Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið þið sæl. Við ætlum aðeins að velta fyrir okkur hvort kosningarnar eða aðdragandi kosningarna, öll þessi pólitíska umræða, að éta allt annað upp. Hvort það svolítil frekja í kringum það hvernig fjölmiðlar ráðstafa tíma sínum. Við hér á Samstöðinni höfum til dæmis verið með beinar útsettingar allt frá því að Bjarni Ben leysti upp sína ríkisstjórn og boðaði til kosninga. Þetta dálítill hvellur og í dag ætlum við að heyra í bóksölum og spyrja hve mikil áhrif kosningarnar hafa á bóksölu og hvort Íslendingar eru kannski að kaupa aðra tegundir af bókum núna heldur en alla jafna vegna óvenju mikils samfélags áhuga. Sigþrúður Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Forlagsins, vertu velkomin til okkar. Takk fyrir. Þið eru náttúrulega svolítið háð þessum vikum sem nú er að líða á tímanum sem er til jóla. Ég reikna með að lífsviður væri ansi margra velti á þeim viðskiptum sem eiga sér stað svona í meðalári af mjög miklum krafti núna. Ef þú berð tíman núna saman við til dæmis kosningalaus ár, einhver breyting? Sko, við kannski sjáum það ekki svo grannt enn sem komið er. En við óttumst hins vegar þegar að pólitíkin stígur fram svona fullum krafti á þeim tíma þegar við erum vön að fólk sé að tala bækur, skiptast að skoðunum bækur, fjölmiðlarnir hafa pláss fyrir bækur. Þegar að kosningar koma beint ofan í þann tíma þá náttúrulega verðum að pínu uggandi að bókin muni þurfa að víkja, sérstaklega kannski svona núna þegar að kosningar eru boðaði með svona óbóðslega skömmum fyrirvara. Já. Það er ekki mikið pláss og það eru þetta lýðræðislega mikilvægt að fjalla þá flokka og það fólk sem er að bjóða sig fram, hvort vekja er mikilvægt. Þannig að við vitum ekki hvort þetta hefur áhrif en við sjáum eftir tímanum sem fer í annað heldur bækur. Já, og þið kannski finnið það að fjölmiðlar eru töluvert mikið uppteknir að því að birta öðruvísi efni en það sem varðar bækur útgáfu þeirra. Já, það er þegar hefur á undanförnum árum þrengt mjög mikið að menningarumræðu í fjölmiðlum. Auðvitað fjölmiðlum hefur þannig séð fækkað allavega prentmiðlunum og fjölmiðlun á Íslandi hefur öll breyst mjög mikið. Sennilega munar mjög mikið fréttablaðið, ekki satt? Munar gríðarlega miklu fréttablaðið sem bæði skrifaði mikið bækur og tók viðtöl við höfunda og lagði á þessum árstíma blaðsíður undir bækur og menningu á hverjum degi. Þannig við sjáum eftir því og það hefur náttúrulega bara á undangegnum árum þá hefur minnkað mjög mikil bara umfjöllun bækur, bara bókagagnrýni og viðtöl og slíkt. Já. Þannig að þetta, og það hefur auðvitað, fjölmiðlar er ekki nema með svo mikið pláss og þeirra mannskapur getur ekki unni nema að svo miklum verkefnum, þannig að það gefur auga leiða þegar að kosningum er dæmt í mitt jólabókaflóð og þá er eitthvað af því fólki sem að væri að sinna bókum er að sinna öðru og við höfum alveg séð að einhverju fjölmiðlar hafa þurft að hætta við verkefni sem stóð til að fara í tengt bókum. Já. Ef þú værir að gefa út leiðarvísi til stjórnmálamanna þá myndir þú vinsamlegast falast eftir því að þeir væru alla jafna ekki með kosningar á þessum árstíma. Ég held að það er náttúrulega langheppilegast fyrir okkur held ég að hafa kosningar á vorin eins og hefðin hefur verið að langmestu leyti, bæði náttúrulega út af náttúrunni þegar það er allra veðra von í lok nóvember. Ég vona að allir komist á kjörstað sem vilja komast á kjörstað og það er svona, já, þú veist, við erum að horfa á mjög kannski þrönga hagsmuni en það skiptir samt máli, þessi góða og mikla hefð sem við höfum að beina sjónum okkar að bókum á þessum árstíma. Þannig ég vona nú að þetta réttist af og við kjósum að vori. En við náttúrulega lendum í því 2 ár í röð, hvað var það, 16 og 17 sem var kosið að hausti. Já. En þó aðeins fyrr en núna. Einmitt, já. Já, einmitt. Já, þetta er svolítið þetta er sérstakt haust eða sérstakur upptaktur vetrar eða sérstök blábyrjun á vetri eða hvað maður á að segja.
Ég var að velta því upp á hann hvort þær bækur sem þið eruð að selja núna, hvort það séu aðrar tegundir af bókum en held að með skáldskapur, hvort við erum jarðbundin núna, við erum flest okkar vita bara ekki ennþá hvað við ætlum að kjósa, sýnist mér á skoðanakönnunum, við þær sveiflast mikið til og þessi flokkshollusta svolítið farin og fólk að reyna að finna út úr því hvernig á ég að ráðstafa atkvæði mínu. Leitum við þá meira í bækur samfélagsmálefni núna en skáldskap? Sko, í rauninni sjáum við það ekki ennþá. Við erum á þeim tímapunkti núna að við hjá forlaginu erum búin að dreifa eða erum að gefa út allar bækur ársins en salan, svona jólasalan sára lítið farin af stað. Já. Það svona þessi fyrsta sala sem kemur þegar bók kemur út, þeir sem eru forvitnastir hana en fólk ekkert farið að kaupa jólagjafir að ráði og ég held að fólk Ég veit ekki hvort svona kostningar breyta því hvað fólk fer og kaupir handa sjálfur sér til að lesa upp í rúmi. Nei. Ég vona að það haldi bara áfram að lesa sinn Arnald Indriðason eða Gerði Kristný eða Hallgrím Helgason eða bara sökkvi sér í það sem að það spenntast fyrir. Já. Við náttúrulega vorum með samt fyrir í haust dagbækur Ólafs Ragnars Grímssonar sem að margir náðu sér í og ég mögulega breytir svona sérstæða innsýn inn í svona kima stjórnmáluna sem að við höfum ekki fengið að sjá kannski áður. Kannski breytir hún afstöðu einhvers eða sýn einhvers á það hvernig hann á að velja hvað hann kýs. Einmitt. En það svo sem ekkert leyndamál að bóksala hefur breyst heilmikið hér í þessu landi. Sumir segja að þetta samfélagslega hlutverk forlaganna áður fyrr, þetta kannski rómantísk sögn en það stundum sagt að hér áður fyrr þá hafi forlögin ekki verið einsbundin á markaðslögmálum eins og þau þurfa að gera núna og þá hafi verið ákveðið að gefa út nokkrar bækur sem allir vissu myndu seljast illa og yrði tap af. En núna sé svona, að markaðslögmálin séu meira lofti. Hverju svarar því? Sko, forlögin á Íslandi eru náttúrulega bara að berjast fyrir lífi sínu. Það ekki lengur eins og það var að það væri bækur sem að skiluðu feikna gróða. Nei. Þannig að hægt væri að gefa út jafnvel stórar og merkilega bækur dýrar sem að væri vitað mála yrði tap af. Það tapa mjög, mjög mörgum bókum. Já. Ef allt tekið með markaðskostnaður og öll umsýsla. Já. Bóksala náttúrulega hefur dregist jafnt og þétt saman, sjálfsagt áratugum saman, en hún hrundi hins vegar á árunum 16 til 19 cirka. Hún fór þá, hún rauninni minkað 50%. Og að því eru útgefendur að laga sig. Auðvitað kom á móti gríðarlega mikilvægur stuðningur frá ríkinu sem endurgreiðsla á hluta kostnaðar við útgáfu bóka. Þannig að það má alveg kalla það markaðslögmál en það má líka kalla það bara að það verið að reyna að láta þetta ganga. Það ekkert forlag á Íslandi sem malar gull. Nei, en þetta 50% hrun, úr hverju fór það og í hvað? Getur þú nefnt okkur tölur? Nei, ég nú ekki með nákvæmar tölur en sala á prentbókum, hún nánast helmingaðist á örfáum árum. Já. Svo kemur COVID 2019, bjargaði það einhverju? Það eins og það hafi orðið ákveðin viðspyrna. Við erum allavega ekki frjálsu falli lengur. Þarna koma líka inn hljóðbækurnar og það auðvitað, margir segja að hljóðbókavæðingin og streymisveituvæðingin á þeim hafi aukið bókneyslu mjög mikið og ég held að það sé alveg rétt. Ég held að fólk sé að hlusta bækur sem mögulega las sjaldan bækur en hagkerfið í kringum hljóðbókaútgáfuna ekki beysið fyrir hvorki útgefendur nýja höfunda. Nei. Þannig að báðir þessir aðilar mistu stóran spón úr aski sínum. Já. Og eru bara í gerbreyttu landslagi. Einmitt. Nú það stundu gert grín á okkur Íslendingum fyrir það að sæmilega ritfær manneskja hún geti fengið gefna út bók eftir sig og þetta sé nú erfiðara í nágrannalöndunum, meiri samkeppni. Stundu leggja líka höfundar mikið fram.
í áhættunni. Það eru til útgefundur hér á landi sem að segjast gefa út bæði með belti og axlabönd og þá þurfa höfundarnir sjálfur að selja persónulega ansi marga bækur bara til þess að í rauninni komi veg fyrir það að það verði mikið tap eða tap á útgáfunni. En sko það er það ekki frekar svona illa geymt leyndarmál að eintaka fjöldi, hefur hann ekki bara svona verið að síga niður líka á bakvið margar prentanir að minnsta kosti? Jú, ég held að upplög séu gegnumsneitt minni en þau voru, en það sem munar meira að það eru miklu færri bækur sem að fara kannski seljast í 2-földu, 3-földu byrjunarupplægi. Já. Bara þegar ég byrjaði mín störf sem ritstjóri fyrir 25 árum cirka, þá voru miklu fleiri bækur sem seldust kannski í 4.000 eintökum, 5.000, 6.000, engar sko rosalegar metsölubækur en góðar millisölubækur. Já. Þessum bókum hefur fækkað gríðarlega mikið. Já, einmitt. Og fólk kannski bara að prenta 300 eða 500 eintök í fyrsta upplagi í stað 1000 áður, það ekki? Sko við förum sjaldan alveg svo lágt nema mögulega, já, í einstaka tilfellum en byrjunar upplögu upp á 1000, 1500, 2000 eintökur eru algeng. Að því svo annar vandi sem við glímum við að fyrir jólin í þessu dásamlega jólabókaflóði sem við elskum öll, þá fjölgar útsölustöðum bóka gríðarlega. Þannig að bara til þess að geta haft bækur til sölu á þeim stöðum þar sem að fólk kemur og kaupir bækur, þá þarf upplagið að vera býsna stórt. Já. Blóðugur slagur náttúrulega að komast inn í stórmarkaðina. Er komið góður friður á milli bókabúða og stórmarkaða? Ég spyr vegna þess að kannski fyrir 10, 15, 20 árum þá var nú ákveðin rígur á milli stundum. Já, þetta var náttúrulega gríðarleg breyting þegar að fólk fór að geta keypt bækur í stórmarkuðum og sem að veita mikla afslætti. Og það var, það var ójafnvægi í nokkur ár og ósátt með þetta. Já. Síðan held ég kannski að fólk horfist í augu við að þetta gengur ekkert tilbaka. Nei. Stórmarkaðarnir geta boðið ákveðið úrval af bókum á góðu verði. En þú færð enga fagþekkingu innan Nei, bókabúðirnar bjóða breiddina og úrvalið og náttúrulega ráðgjöfina og vinna gríðarlega mikilvægt starf árið kring. Er það bara persónulegur geðþótti í stórmarkaðana hvaða bækur þeir taka inn og hvaða bækur ekki? Ég held að það sé ekkert launungamál að eins og með aðra verslunarvöru stórmarkaða þá vilja þeir selja það sem að flestir hafa áhuga á að kaupa. Já. En ég held nú að stórmarkaðarnir taki inn stóran hluta af haustútgáfunni. Það er ekki mikið sem skilið út undan. Það sem á annar borð til í nógu miklu upplægi til að það sé hægt að bjóða það til sölu. Já. Erum við að gefa út góða bækur? Já, mjög góðar. Margar mjög góðar bækur. Náttúrulega, við erum í senn að gefa út of margar og of fáar, því að þó við séum lítil þjóð, þá höfum við alveg breiðan smekk eins og stórþjóðirnar. En markaðurinn ber alls ekki kannski að það sé gefnar út bækur óska bækur allra. Nei. Mögulega koma út bækur hér sem ekki kæmu út annar staðar eins og þú nefndir áðan. Það mögulega eru auðveldar að fá útgefna bók það er líka mjög auðvelt að gefa sjálfur út bókina sína á Íslandi. Já. Erlendis víða er ómögulegt að koma slíkri bók í nokkra bókabúð hvað þá stórmarkað, meðan sá sem að stendur sjálfur fyrir því að gefa út sína bók eða svona einyrki með örfá bækur getur komið þeim inn í bókabúðakeðjuna og stórmarkaði, þannig að þar með þröskuldurinn lægri ef þú ákveður að taka þá áhættu að gefa út þín eigin bók þá kemstu að. Já. Hliðverðirnir eru ekki eins öflugir eins og víða annar staðar þar sem bara framkvæmdin væri ómöguleg. Það er rétt. En látið þið prenta, þegar hjá forleginu, látið þið prenta allar eitthvað bækur utan landsteinina núna? Nánast allar, já. Við prentum heima svona litlar bækur í lágum upplögum, ljóðabækur og slíkt. En textabækurnar okkar prentum við allar í Þýskalandi. Já. Eða nánast allar. Já. Og litprentunin í austar í Evrópu. Já. Það er í rauninni engin smiðja lengur hér á landi sem að getur annað
því álagi sem fylgir því að prenta jólabækur. Einmitt. En sem sagt, ef ég svona reyna að taka það saman sem að þú hefur verið að segja þá og varðar kosningarnar framöndan, þá það bara alla jafna þannig að íslenska bókin, hún hreyfist ekki mikið fyrir en hvað eftir næstu mánaðamót? Já, svona frá miðjum nóvember. Frá miðjum nóvember. Þá tekur hún flugið. Já, þannig að enn sem komið þá sjáu þið ekki miklar breytingar af hálfu kosningarna þótt þið myndu gjarnan vilja hafa á vorin en það ekki alveg ómögulegt að þessar vikur sem eftir eru fram til kosninga þá kannski verði smá stressi á okkur. Já, það náttúrulega útgefundur eru alltaf á tauginni í nóvember og desember þannig að það breytist ekki neitt. Nei. En svo vonum við bara, það kemur á móti að fólk mikið að nota fjölmiðla og við auglýsum í fjölmiðlum þannig að það er kannski von til þess að fólk rekist á þær auglýsingar og umfjallanir bækur sem þar eru. Svo vonum við bara að Íslendingar haldi tryggð við sitt jólabókaflóð og gleymi ekki að setjast með góða bók og gefa bók sem náttúrulega ennþá svo mikill grundvöllur af því að þessi yfir höfuð hægt að gefa út bækur á landinu. Þessi fallegi siður að við kaupum bækur hvert handa öðru og gefum og liggjum svo á jólanótt og lesum þær. Akkurat. Eins og maður hringaði sig bara sólarhringum saman og las kannski 4-5 bækur í röð svo ég vitni til bernsku minnar. Já, við vonum að allir fái þannig jól og við erum að hugsa upp bara svona auglýsingaslagur, kjósum bókina til dæmis. Já, og það var gaman að fá þig í heimsókn, Sigþrúður Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Forlagsins. Gangi ykkur vel í þeim látum sem vonandi framöndan eru. Takk fyrir. Og við förum yfir í Allt aðra sálma. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is